Númer 40, Gustaf Jensen. Og númer 80, Mikkel Jakobsen. Dómari í dag Guðmundur Páll Guðmundsson, Þjóðarstór Tómas Sýn og Reyn Magnússon. Komum til góðra og ánægða góðmenn, láttum við í okkur heyra og skrifum okkar lið áfram vestri.
Komið sæl áhorfendur og velkomin í beina lýsingu á leik Vestra og Njarðvíkur. Tæknin einhvern að stríða okkur þannig að við erum ekki með mynd eins og stendur. Við ætlum að reyna að tala ykkur í gegnum þetta þangað til. 6 mínútur liðnar og í rauninni ekkert búið að gerast. Njarðvík er með boltann á miðjan völl. Veðrið hérna er ekki sérstakt. Njarðvíkingar fá hér aukaspyrnu rétt fyrir frá miðjuna. Það verður ekkert úr henni þeir missa boltan og Dennis Jaldír fær boltan hérna sem vinstri bakvörður Vestra. Vestra er hérna í 4-3-3 kerfi. Elmar er með boltan hérna aftast. Sendir hann á Gustaf sem er langa sendingu hérna fram inn fyrir vörnina upp að endamörkum. Síla sem er boltan hérna við kantinn. Sendir á Túfa, það er svo sem rólegt yfir þessu, þeir eru hérna við hotfana. Og að senda tilbaka bara aftur og hefja sókn á ný. Við mistum ekki af neinu hingað til, það er þessi vestanátt, hún er ansi stíf. Vestra er með vindinn í bakið. Og jú, dettur vindinn inn hjá okkur. Sendingin niður á kantinn á Mikkel. Mikkel er hægri fóta maður, kemur vantarlega með sendingu hérna. Nei, skot, langt yfir og næstu í 3 stig. Njarðvíkingar vinna hérna boltan. Það er með hann á miðjunni hérna leikmaður nr. 7, Sjá Ananias frá Brasilíu. Fættur í Recife. Arna Helgi sendir hann aftur á leikmaður nr. 2, Alex Bergman. Og við komum hérna upp kantinn leikmaður nr. 6, Gísli Martin og sending fyrir Elmar skallar frá. Ómar Djók var í boltan. Leikur honum að hotfánunum. Og sendingin fyrir en Íbrahima Balde er réttum á réttum stað. Og Dennis Jaldír spilnir honum upp völlinn. Njarðvíkingar komnar aftur með boltan, Sjá Ananias með sendinguna en Vestramenn rétt ná að bjarga þess að hann sleppur í gegn. Njarðvíkingar halda boltanum, þeir eru komin með ágætispressu hérna núna. Í markinu hjá Njarðvík er Robert Blakala sem spilaði með Vestra hérna áður en fór til Njarðvíkur, hjálpaði liðinu upp úr deild. Þessi liðið er það sami, ég held að Bjarni Jól kom við báðum upp úr annarri deild. Og boltinn hérna fram á Djúk og sendingin á Ólíu ekki lagt en hann skýtur í varnarmann.
Martin. Vel varist hérna hjá Vestamönnum. Boltinn virðist að fara út af. Davíð ekki ánægður með það. Og dómarinn líst ekkert á framgöngu Brenton, markmaðurþjálfara Vestra, og gefa hann gult spjald hérna strax á 12. mínútu. Það er erfitt að vera markmannsþjálfari á gulu spjaldi, þannig að hann þarf að passa sig restina af leiknum. Þetta verður langt innkast hjá Arnari Helga. Arnar varpar knettin minni. Nacho skallar fyrst. Skallar Tennis og Tennis bjargar horn. Og Tufa brýtur hér á Gísla Martin. Það er aukaspyrna hérna út á kanti. Þegar leikmaður nr. 7 tekur að sjá Ananias fyrirgefa staða. Þeir hreinsa í burtu Vestarmenn. En Njarðvík komast alltaf aftur á boltan. Við erum búin að vera hérna með boltan í 5 mínútur eða eitthvað. Og hefja sókn á ný. Gísli Martin spyrnir yfir á Alex Bergmann og þeir reyna að byrja hérna sókn vinstra megin. Spakt Ásland. Og sjá Ananias. Já, Vestarmenn hafa nú varla byrjaðan leik, þeir bara komast ekkert á boltan og maður reiknaði nú með því að þeir myndu nú fá að reyna að stjórna þess ferðinni sem reyndar að liði þessar deild. En svo hefur ekki byrjunni verið. Dennis Hjaldýr kemst hérna inn í knöttin, inn í boltan og leikur fer hérna upp vinstri kantinn og aukaspyrna sjá Ananias tekur hann hérna niður, aukaspyrna hérna réttur utan teig, fínn í fyrirgefa stöðu. Dennis og Mikkel standa hérna yfir knettinum. Njarðvík með 2 í vegg. Og Mikkel með aukaspyrnuna, boltinn fellur og bakvarspyrna hérna. Myndarleg bakvarspyrna hjá Tufa en beint á Róbert í markinu. Og þeir koma hérna rólega Njarðvíkingar. Vestri er ekkert pressulið, þeir leyfa liðum bara að hafa boltan hann í vörninni ef þeir vilja. Þá verða stundum rólegir leikirnir framan af. Það komar akkurat í pressuna þegar ég segi þetta. Dennis er boltan, sendur hann tilbaka. Gustaf yfir á Morten. Þeir búa saman staðnindir. Og
Nacho Gil að komast svona fyrstu skipti eitthvað á boltan. Það var eitthvað að hitta betur upp, hann spennir beint út af. Mikkel vinnur hérna innkast. Vestarmenn hafa ekkert byrjað þetta mót sérlega vel, er í næstmesta sæti, hafa leitað sín fyrsta sigri. Töpuðu 2-0 fyrir Grindavík í síðasta leik. Á meðan eru Njarðvíkingar búnir að vinna sin fyrsta leik, þeir vinnu síðast Þróttur með 3-1. Vestarmenn ná Njarðvíkingur að stiga með sigri hérna í dag. Og ákvæmlega mikið þetta ná í 3 stig hérna. Þetta er rólega byrjun. Sending fram og Kenneth Hátt kemst á boltan. Og þeir koma hérna upp hægri kantinn. Það er Gísli Martin. Og slæg hreinsun hjá Gustaf og það er hornspyrna fyrir Njarðvíkinga. Þetta er eftir 18 mínútur. Menn að bíða eftir fyrsta almennilega færinu. Og vinstri fót á horn. Og það kemur hérna inn í. Og beint á Rafael í markinu sem grípur. Og hann sparkar hérna beint fram og Silas. Hei, hann grípur boltan hérna, Róbert Blackhala, hann er á leiðin í bað. Já, þetta var ótrúlega heimskulegt hjá Róbert. Og hann endist hérna 18 mínútur og 20 sekúndur. Róbert Blackhala, markvörður Njarðvíkur. Frábær sending fram hjá Rafael markvörði. Og þetta vopn var mjög mikið notað í fyrra þegar Silas var í liðinu. Hann var hérna að sleppa í gegn og Róbert misreiknaði skoppið og notaði hendurna, það má ekki þarna. Varamarkvörður Njarðvíkinga er Walid Birou Esafi. Hann er að setja á sig hanskana. Ekki góð endurkoma fyrir Róbert sem maður stáð sig mjög vel hérna hjá Vestra á sín tíma. Hörku markvörður. Njarðvík gerir skiptingu út af leikmannum 22 Magnús Magnússon. Það er Magnús Magnússon sem fellur á sverðið og hann þarf að fara út af og inn á kemur Walid Birou Esafi. Þetta er aukaspyrna á fínasta stað, sérstaklega sem vindurinn er í bakið. Það er Mikkel Jakobsen líklegastur og Dennis Jadír. Walid verður á að standa mjög nálægt stönginni, þannig að það er mikið pláss til að skjóta í að það fara yfir vegginn. Og það er Silas Songani en beint eða langt yfir.
tekur sér góða tíma í útsparki. Og spyrnir hérna upp í vindinn. Og Vestamenn vinna boltann, það hafa búist við að þeir komast núna mun meira boltann en það hafa gert. Þetta manni fleiri. Það bregst mér ekki. Og hér leggst nú niður leikmaður Njarðvíkur, ég held að sé sjá Ananias á leiki með Joinville í Brasilíu. Þetta rauða spjald, þá býðum við ennþá eftir að leikurinn komist almennilega af stað. Það er ákveðlega svona fámennt í stúkunni. Væntanlega vegna, það er náttúrulega bikarúrslitaleikur í Englandi og úrslitaleikur í Meistardeild kvenna. Sjá er hjálpað hérna fætir ennþá svolítið til að fara í kaflinn. Atvik hérna, Davíð Smári virðist að séð að einhver hafi pissað á völlinn. Ég sá þetta ekki. Vestamenn æfir og eiginlega agndofa. Það virðist einhver hafa haft svaðilót á vellinum, virðist það vera. Þetta, ég hef ekki séð þetta. Gott að hafa endursýningar. Spurning hvort það sé til í reglubókinni, þannig að það er bara haldið áfram. Búið að vera kalt hérna en völlurinn er ekki ennþá svona eins og hann ætti að vera. Samt allir að koma til. Það var náttúrulega fyrsta leiknum hjá móti Grindavík hérna á síðustu helgi um einn dag, þá var hann allir á floti. Sem er ekki alveg að koma til ykkur strax. Jæja, Ísvíkingar halda hérna áfram, Elmar á Silas. Natsugil. Natsjó er alltaf að senda á þetta svæði sem enginn er, en mikil nær þessu. Og Natsjó á Túfa, já, Bendit Vorin. Og Vorin fær boltan hérna aftur, sendi hann á Íbrahim Balde. Silas með boltan hérna rétt utan teig. Og sendi hérna upp hornið á Túfa. En hann missir boltan og Njarðvíkingar vinna hann. Njarðvíkingar sitja langt tilbaka núna og eru með Úmar Djóka innan frammi. Það verður Gísli með boltan. Og það er dæmd aukaspyrna hérna á Íbrahim Balde. Gísli liggur eftir. Sýnist að
allan ekki ætla að draga upp spjaldið þessu sinni. Markmann Gámsland með sendinguna fram og Vesturmenn skallar boltann í burtu. Og Tufa með slæma helspilnu og Njarðvíkingar komast aftur á boltann. Kennir þá tilbaka á Alex Bergmann. Markmann Gámsland með sendinguna fram. Aftur skalla Ísbingar í burtu. Nú komast þeir á boltinn fram á Tufa. Sendur hann upp í svæðið á Sílas. Hann er komast í góða stöðun á hægri vængnum. Nær ekki koma boltanum fyrir, fær boltanum þá aftur. Sendur hann tilbaka. Morten Olsen á Sílas aftur. Sendingin fyrir en Alex Bergmann réttum á rétt stað og skallar þetta í innkast. Dennis Hjaltýr með skiptinguna yfir. Þarna er enginn og innkast á Njarðvíkinga. Það ætlar áfram að vera ansi rólegt hjá okkur fyrir utan rauðarspjaldi. Gil og Vesturmenn leika nú hérna aftast. Nú Vesturmenn fá að prófa þetta í fyrst skipti. Þeir hafa verið manni færi í 3 leikjum af 4 að einhver leyti. Fengið 3 rauð spjöld og í dag er Fatay miðjumaður stekkur í banni. Hann fekk líka rautt spjald í bikarnum, þannig að þetta er komin 4 rauð hjá Vesturmönnum. Þarna fær Gustaf aukaspyrnu, Uma Diop krækir í hann. Ég fyrir að segja Uma Diop, þessi veitir Rafael Viktor. Og Sílas með boltann á kantinum. Sendir hann á Benedikt Vonum og boltinn tilbaka. Ekki nóg nákvæmt og þeir hlutir upp á nýtt. Og þessi sending ekki nóg nákvæmt og markspyrna frá marki Njarðvíkinga. Valít fyrir og sækir boltann. Þetta er nú meira spennandi sem hefur gerst í leiknum. Og setur hann niður. Herru, Valít hann vandar sig við þessa markspyrnu. Hann er búinn að taka ansi langan tíma í þetta. Og Vesturvíkingar að vinna hérna knattinn. Boltinn upp á Mikkel á vinstri vængi, Magnum. Mikkel með sendinguna fyrir, boltinn út á Íbrahim Balde. Hann finnur Sílas hérna inn í teig, þeir eru konið í ágætt stöðu. Og Nacho Gil með skoti, en beint á Valtýr. Valít. Valít er með boltann og þeir ætla ekkert að pressa mikið á það. Það skiptir ekki máli þó þú séu með 10. Og þá koma Njarðvíkingar upp kanti. Það er Kjellert og bróðar Gustaf.
í sókn. Það er að detta í 32 mínútur eftir nokkrar sekúndur og við bíðum enn eftir fyrsta færinu. Svona almennilega færinu. Njarðvíkingar eru nýlegar þegar var spáð á fótbolta.net 9. sæti. Það er ekki búist við að þeir færi niður aftur. Þetta voru þeir ansi sterkir í fyrra. Vestra er spáð 7. sæti. Eins og segja, þeir hafa ekki byrjað nógu vel. Og það er eiginlega lífsnauðsynlegt að fara að vinna þennan leik. Sérstaklega núna þeir eru manni fleiri. Sendingi fyrir. Makka Ásland er réttum á réttum stað. En Benedikt vorum vinnum boltan. Sílas á hægri kanti. Sílas hefur ekki verið að byrja leiki. Ég held að það sé hans fyrsti sem hann byrjar. Heillaði mig í fyrra og voru vonandi að ná að halda því áfram sem hann sýndi á síðasta leikti. Prófar hérna vinstra megin, það er Mikkel Jakobsen. Dennis Jaldýr. Það er hann aftur hér. Svo Sílas á hægri kantinum. Þeir ætla ekkert að senda fyrir. Nei, þeir senda bara aftur tilbaka. Og Mikkel Jakobsen. Hann sendi hann tilbaka. Það var Sílas. Þessi kemur fyrir og boltinn er laus inn í tegnum og Mikkel í ágætis stöðu nær ekki að senda hann og þeir þvælast hérna fyrir hvor öðru. En komast aftur á boltan, Mikkel með boltan fyrir og það er hornspyrna á stórhættulegum stað eins og maður sagði. Nú liggur einn Njarðvíkingurinn eftir. Þorsteinn Örn Bernhardsson. Hann er mist andan eða eitthvað svoleiðis. Andinn er komin aftur og Dennis Jaldýr er að taka hornið. Og þetta er stór hættulega og Mikkel með skotið í varnarmann og þeir bjarga á línu. Og ná að hreinsa hérna frá. Ja, loksins gerðist eitthvað almennilegt. Það þurfti hornspyrnu til. Frábær sending hérna við Elmari upp. Og þeir koma aftur hérna upp kantinn og vinna aðra hornspyrnu. Þeir hafa komist að því að það er leiðin til þess að valda visla. Dennis vinstur bakur skokkar hérna hér. En aftur liggur Njarðvíkingur. Kenneth Hogga þessu sinni. Og það er fyrsta markið. Íbrahima Baldegom sá sigraði. Það er 1-0 fyrir Vestra hérna eftir 36 mínútur. Það var hornspyrnurnar sem voru byrjar að valda visla sem var leið Vestramanna að markinu. Og nú eru róðin þungur fyrir Njarðvíkinga sem eru 10 á vellinum. Íbrahima Balde er stór og staðilegur og mikið vopn í þessum fyrsta leikinu. Vestra að skora Íbrahima Balde!
Það er bara komin hérna sjúkraflutningamenn að huga að sjá Ananias. Hann leggst hérna á böður. Þetta sé ekki alveg fyrir kallinu. Siglas fær boltan, þeir vinna strax aftur og nú liggur Njarðvíkingur á nýjan leik. Það er leikmann nr. 6 Gísli Martin sem að lá núna og sjá þegar hérna einhverst á böru. Heldur þessi meiðsli einhvers staðar við fæturna eða eitthvað þar. Hann þá hana fullir meðutund og ekkert það þannig. Og Vestaramenn komum við boltan aftur. Þetta það er eiginlega engin broddi í Njarðvíkingum eftir við mistu mann út af með rautt spjald. Eiginlega ekki eins vanir og við Vestfirðingar. Átt ágætis leikkafla hérna manni færi í sumar. Færslan frá hægri til vinstri og vinstri til hægri. Og Dennis aftur á Elmar. Á 39. mínútu og gæti verið drjúgur viðbótartími. Það er búið að vera mikið meiðsli með Njarðvíkingum og markmannsskipti vegna rauðarspjaldins. Sílas kemur hérna upp hægri kantinn. Það er skot. Fer þarna í Njarðvíking. Umbu eða hendur, en hendurna voru að líka honum, þannig að það var aldrei víti. Og þá er það hornspyrna aftur frá sama horni og þeim skoruðu markið rétt á hann. Dennis Hjaldýr tekur og þeir ná að skalla þetta frá og hornspyrna hinum megin núna. Mikil Jakobsen tekur þetta stutt á Dennis. Dennis á Mikil aftur. Mikil með of háa sendingu. Mikil kom frá Leikni, er á sinn fyrst tímabili hérna. Byrjaði þetta ágætlega. Og Dennis er á sinni öðru hörkuleikmaður. Uppáðan hér Sirius sem er úrstildaliði í Svíþjóð. Það var tekið stutt hérna á Gísla Martin. Markmann Gásland, Gísli. Já, vel spilað hjá Njarðvíkingum. Og Baldi keyrir hérna Gísla niður og fær réttilega gult spjald.
taka sig fram. Auðvelt fyrir heimamenn og boltinn kominn aftur. Þetta yngast voru ekki vel og þeir missa boltan yngast á vestramenn. Þetta yngast voru ekki vel og þeir fá yngast þetta Njarðvíkingar. Bóttinn niður á Sílas, þeir eru konum í ágætt stöðu hérna hægra megin. Sílas með Morten undan á, notar hann og Morten kemst hérna fram hjá hann. Sendingi fyrir, hann fór með hann út af. Það er maður spila. Þessi lið mætti síðast í deildakefni 2017. Fóru það saman í fyrir COVID. Fóru hérna saman í annar deildinni. Árið sem Njarðvíkingar fóru upp og Njarðvíkingar unnu hér 4-2 sigur eða mann rétt. Já, 4-2. Komum fram á 44. mínútu. Vestfirðingar væru til í að drepa leikinn hérna fyrir hálfleikinn og Nacho Gil hérna svolítið mikið í sendingunum fyrir aftan menn og Hessi fór í yngast. Nacho vanalega mjög öruggur sendingarmaður og góður á boltan. Vestan átti eitthvað að trufla Garðinn. Kenneth Hogg fær boltan hérna á smá pláss fyrir Njarðvíkinga á miðjunni og Viktor. Kenneth Hogg. Hilmir Rydberg sem kom hérna inn á fyrir sig á Ananias á sín þegar hann meiddist. Það hefur verið talsvert blóðtaka fyrir Njarðvíkinga af því að hann var, þegar Njarðvík var ofan á hérna í byrjunleiks þá var sjá Ananias aðmaðurinn. Það er langt yngast. Arnar Helgi ætlar að taka það. Og það er skott og það er rétt framhjá. Það var markmark Ásla. Hann tók hann með vinstri og reyndi að smiðja hann upp í samskiptinu rétt framhjá. Það er venjulegur leiktími með liðin og eins og ég sagði það má búast við þó nokkru viðbót. Töluvert meiðsli. Boltan og Morten. Vestri er með 2 sókndýr á bakvið í dag. Hafa verið að nota Dennis Hjalldýr á kantinum en til að koma Sílas á kantinn þá var hann færður aftar. Nacho Gil aftur á Dennis. Hann er svolítið að líta tilbaka en þá. Nacho með sendinguna frem en Gísli Martin kemst á milli. Klaufalega gert hjá Njarðvíkingum og þeir missa boltan hérna strax aftur. En Íbrahim valdi að missi boltan sjálfur. Boltin hérna upp á vinstri vænginn. Það er Óli að kela. En það er fyrir
strögglar verulega með að vera manni færri. Þeir ná ekki að byggja upp neina sóknir á ráði. Og Benedikt Vonir fær boltan inn í plássið, sendir hann upp kantinn á Mikkel, hann er 1-1 hérna á Gísla. Kemst á hægri fótinn, sendir hann fyrir. Það var nú enginn og enginn að tala við varnarmannin sem skallaði hann í horn. En hornspyrnan er náttúrulega þarna megin. Það hættulegasta sem við höfum bóðið upp á hér fyrir vestan í dag, þannig að Ísfirðingar sáttir með þetta. Dennis með hornspyrnuna og það er skallið og það er mark nr. 2. Ég sá nú ekki hver það var, það er Benedikt Vorinn sem hleypur í burtu og fagnar. Það var Gústaf með skallan og Benedikt var þarna við línuna og náði að koma honum yfir í markið. Þeir eru ekki sáttir Njarðvíkingar, sérstaklega leikmann með 6 Gísli Marteinn, hann er að tala við línuverðin en markið stendur staðan 2-0. Bæði mörkin eftir hornspyrnu. Mark vestra skorar Gustaf Kjeldsen! Við vallarþjálfarinn ekki alveg sammála. Mér sýndist það en Benedikt Vorinn fagnaði. Sjáum bara hvað kemur út úr. Þetta algjört högg fyrir Njarðvíkinga, manni færri og núna 2-0 undir fyrir hálfleikinn. Njarðvíkinga með markmann Hrafnsdóttir aftastan, spila hann fram á Hilmir. En Gústaf bjargar þessu. Það er innkast hérna, það er svona þeirra helsta vopn. Það eru löngu innkastin hjá Arnari Helga. Til þriðja skipti sem reyna þetta. Og Túfa næra skalliboltan aftur fyrir Arnar með sendingunum fyrir. En Ísfirðingar ná að berga. Sílas vinnur boltan með hælspyrnuna inn á miðjavöllinn en Kenneth Háka undan í Bæma Baldi. Arnar með sendinguna fyrir og Gústaf hitt hann ekki nógu vel. Hornspyrna fyrir Njarðvík. Það er vinstri fótar horn. Boltinn fyrir á fjær en Andri Gilnar að skalla frá. Gísli Marteinn allt í öllu. Það var búinn að hlaupa til hálfleiks. Ég ætla á með 10 drópa. Sjáumst aftur að Vörðurspori.
ný, það er nýhafing, seinni hálfleikur hérna. Vestur með vindinn í fangið og Dennis Hjaltinn með sendingun hérna yfir á Sílas. Staðan er 2-0 og vestri manni fleiri eftir að Robert Blakala var rekinn út af. Býnum við, hérna rennur Elmar með boltan og Njarðvíkingar í áleitlegri stöðu. En vel gert hjá Dennis Hjaltinn, hann er enn á undan. Gísli nær boltanum samt upp kantinn. Og nælir hér í aukaspyrnu, klaufalega broti hjá Dennis og það er aukaspyrna hérna á hættulegum stað. Þetta er staða sem Njarðvíkingar verða hreinlega að nýta. Þeir mun ekki fá marga sensa, allavega með hvernig þeir voru manni færri hérna í fyrri hálfleik. Það eru fyrst leikendur eins og þessi Gulls Ígil. Það er Oliver Kjellart sem ætlar að setja þetta inn í frá Sri Lanka. Hérna kemur sendingin og dauðafæri hjá Viktor. Rafael Viktor bara með skalla hérna á markteg en hitt hann ekki og fór bara langt yfir. Vestvíkingar taka þetta stutt. Á vinstri bakvörðinn Dennis Hjaltinn. Dennis með hættulega sendingu inn á miðjuna en hún gekk upp. Hlýmur að færa hérna yfir hérna á Sílas. Sílas og Morten hérna saman á hægri kantinum. Tilbaka á Morten og Morten enn lengra tilbaka á Nansjón. Það er boltinn kominn á vinstri vangi þar sem Mikkel er. Mikkel upp á Benedikt Warren. Og Warren með sendinguna fyrir og það er horn. Njarðvíkingar búnir að gera tvær breytingar á sínu liði. Sjá Antonio fór meiddur á velli. Inn kom Hilmir Vilberg Arnarsson. Og Magnús Magnússon var tekinn út af þegar Robert Blakala var rekinn út af og Walid Birou Esafi kom í markið. Dennis með hornið og þessi beint í fangið á Walid. Kjellart kemur hérna upp völlinn. En vel gert hjá Morten og hann vinnur í aukaspyrnu. Farið þetta svona myndi Ísverðingar fara upp í 7. sætið. Hoppa úr í 11. Þessari bráðuru fallendu sem voru komnir í. Og þá eru Ægis með eina liði sem er eftir að vinna leik. Boltan sendur hérna yfir á Gustaf. Þeir eru svolítið hægir með boltan hérna afturlega á vellinu. Þeir ná ekki að hreyfa liðin Njarðvíkur neitt með þessu. Þetta var svolítið sagan í fyrra hálfleik enda kom bæði mörkin úr eftir hornspyrnu. Þeir hafa ekki náð að skapa sér neitt úr opnum leik. Hjaltinn með skrýtna sendingu og fyrir næstu leik. Njarðvíkingar vilja aukaspyrnu fá ekki og Vestvíkingar vinna boltan. Túfan boltan fyrir og Hreinsson gekk ekki upp og Sílas bjóst ekki við því. Missi boltan út fyrir markspyrna. Aukaspyrna ágætt stað, gætu komið þessu fyrir. En taka hana frekar stutt. Eða ekki. Dómarinn vill
láta taka þetta réttum stað. Og Mikil hérna, hann fær þeir fá hérna talsvert svæði hérna ákvæmt og þeir þjappa hérna inn á miðju og tilbaka. Þeir hafa ekki náð að nýta sig þessu svæði nógu vel. Dennis að koma mikið hérna inn á miðjuna. Spurning hvort myndi ekki reyna að láta frekar tvöfalda kantana þá. Og Benedikt Warren með sendinguna fyrir og Tufa í ágæti skallafæri en náði ekki boltan. Og það er engast. Þá er það Mikil Jakobsen. Það er nægur tíma á boltanum þarna á vellinum og frábær sending fyrir á Tufa. Tufa með sendinguna fyrir. En þeir bjarga á síðustundu. Rafael Viktor fær boltan. Og Elmar hrynur á honum. Aukaspyrna og fíla sér að næla sér í spjald. Nákvæmlega vel gert hjá Rafael Viktor. Fengið úr litlu að móða í dag en hérna sýnir þarna hvað hann getur. Ólafur Kjellert tekur þetta. Markmark Ásland trillar sig fram. Sendingin hérna fyrir, hún er aðeins úr laug og það er markspyrna frá Marki Vestan. Rafael spyrnir hérna upp miðan völlin. Boltinn til Nacho Gil. Hann sendir hann hérna Beno aftur tilbaka á Nacho Gil. Mikil Jakobsen í fínu svæði aftur. Hann tilbaka á Nacho. Með sendingun á Tufa, Tufa ekki rangstæður, sendingin fyrir en aðeins og vinnalega fyrir Íbran Balde og aftur vendamarki í markspyrnu. Þetta er betra hjá Vestfirðingum. Benedikt Warren loksins byrjar að komast eitthvað í spili líka og hann sást í rauninni ekkert í fyrri hálfleik og Tufa valla heldur. Það er aftur markspyrna. Kjellert missir boltan strax og þetta er allt rosalega erfitt fyrir Njarðvíkinga hérna Mannifæri. Sendingin tilbaka á Gústaf á Dennis og Mikil Jakobsen. Sendingun á Dennis Hjalti sem er alltaf inn á miðjunni í öllu uppspili hjá þeim þó að sé vinstri bakvörður varnarlega. Dennis fær boltann hérna fyrir utan teg og hann með skot. Úff, þetta var nú ágætis skot. Rétt fram hjá. Ég er svona maður veit ekki alveg hvað fætið hann finnst betra að nota en Dennis finnst. Það er alveg tvífættur eins og stundum er sagt. En þetta heldur bara svona áfram. Vestri með boltan. Njarðvík nær bara ekki aðlagast að vera Mannifæri. Það er engin sóknarleikur þarna til að skrifa sko. Dennis með sendingun út á kant á Mikil, glæsileg sending. Mikil fyrir á Gísla Martein, sendir hann á Benedikt Warren.
Hann þarf að snúa tilbaka aftur á Túfa. En þarna eru báðir framherjarnir komnir út á kant og mjög lítið menn inn í teig. Það hefur kannski verið líka gallinn hjá Vesturmönnum. Það er ekki verið að fylla teiginn að neinu viti. Sendingin tilbaka á Rafael. Þáttur að vera Brasilíumaður en ekkert sá allra besti í fótunum og við sáum það hér. Stífnaði allir upp og gaf engast. Og Alex Bergmann með boltann. Þeir ná ekki að tengja nema 1 og 2 sendingar þá verður þetta erfitt aftur. Það er engast. Þeir ætla að taka þetta langt. Arnar Helgi. Og þeir reyna hérna, hann tekur hann á lofti hérna Þorsteinn Örn en þetta var aldrei á og það er markspyrna. Vel tekið niður hjá Íbrahim Balde. Sýnir þetta mikinn styrk. Sendingin á Mikkel. Bendit Warren. En það er einhvern veginn alltaf leitað tilbaka. Það er virðist vera svona fyrsta guðreining flestra í dag. Senda fyrst tilbaka og byggja hægt að aftan. Silas á Balde. Silas og Dennis Hjaldir á miðinni. Og Mikkel fær boltann hérna. Já, þetta er sérstakur leikur. Það er Njarðvík er undir en manni færri þannig að þeir geta ekki sótt neitt að ráði og Vesti þarf eiginlega ekkert að skora þannig að þeir þurfa ekkert að flýta sér heldur. Jæja, þá kemur sendingin upp kantinn á Silas. Silas með sendinguna fyrir. Hún er góð. Mikkel nær hún hérna við vítateigshornið. Hann sendir tilbaka á Dennis. Já, Mikkel. Balde hérna á kantinum. Og Mikkel Jakobsen með sendingunum fyrir. Og Warren kemst í boltann, Benedikt Warren. Og hann í góðu færi að setja hann fram, já. Það var fínasta spil hjá Vesturmönnum. Og Benedikt Warren að komast alltaf meira og meira í boltann og það er góð svitið fyrir heimamenn. Og Elmar lætur boltann fara og næstu komin í vandræði en nær hreinsa frá Alex Bergmann á boltanum hinum einn. Þorsteinn. Alex Bergmann kom boltann aftur tilbaka, Valíd. Valíd hefur bara verið fínn í markinu eftir að hann kom inn á. Þetta verið einu sinni tvisvar og verið fínn í spilinu líka. Rafael með markspyrnu hérna upp í vindinn. Silas vinnur, skallar á þann. Heyrðu, hann tóðar hérna í hann, en kemst upp með hann Þorsteinn og er miklu plássi. Og Viktor. Sendingin í Morten og það er hotspyrna sem Njarðvíkingar eiga. Og Óliver Gellert tekur öll fyrst leikendurinn hjá þeim. Þessi er fær að skoppa þarna og Gísli Martin nær boltanum.
Kenneth Hogg. Og það er yngast sem Njarðvíkingar eiga. Arnar Helgi mæti þá ekki. Og Gísli Martin lægstur. Og þar sjúkraþjálfa. Næstu leikir hjá þessum liðum. Á laugardaginn þá fara, á fimmtudaginn þá fara Njarðvík Selfoss í heimsókn og Vestfirðingar fara í Mosfellsbæinn. Þetta er sjóðandi hittirliðið Aftureldingar á Malbiksstöðin að Varmá, eins og öllum heitir. Selfyssingar eru í 4. sæti. Ef mann rétt þá fóru þeir, já þeir unnu Þrótt 2-1 á fimmtudaginn. En það er engastið, það er langt. Kenneth Hogg vinnur þetta en Nacho Gil. Og það er nóg pláss fyrir aftan á. Og þeir ná að komunum, Bendit voru nær að komunum fram. En Mikkel þarf að snúa tilbaka. Það var svona mesta ógnin úr þessu. Eða hvað, Túfa með boltan hérna á vítishorninu. Sendir hann á Silas. Bendit Warren liggur hérna eftir. Hann ætlar að harkita af sér og Íbrahim og Baldvin með knötti. Og Mikkel hérna á vinstri vægnum. Kemur hann fyrir. Aðeins of hár og aðeins of langur og það er engast inn með. Það er skipting hjá Njarðvíkingum, ætlaði sig ekki Gísli Martin sem er búinn í dag. Og leikmaður með 3, Sigurjón Már Markússon. Jú, Gísli er bara farin út af. Þannig að Sigurjón Már Markússon kemur inn á. Ég er að skiptingu, þetta er leikmaður og Sigurjón Már Markússon fyrir náttúrulega. Getur verið dýrkeyptur leikur fyrir Njarðvíkingar. 2 fannir meiddir út af og markmann í bann í næsta leik. Þetta er nákvæmlega glöðlegt þegar þeir gefa hérna Vestfirðingum hornspyrnu. Brendan Markús Haralari kallar second ball. Þetta er hans aðalkall, hann kallar þetta hvert tækifæri. Og hornspyrna fyrir. En þeir bjarga beint til Dins sem sendir hann á Íbrahim með Baldi hérna vænginn. Það er önnur hornspyrna. Það geta stutt á Mikkel. Mikkel sendir hann aftur á Dennis. Dennis kemur hérna lágt fyrir. Silas var boltan fyrir þann. Messi var aldrei á. Það var dætt í 65 mínútur hérna á klukkunni. En þá 2-0. Og það er Elmar sem gerir vel. Enn og aftur ná Njarðvíkingar ekkert að tengja saman þessar sendingar og það er ekki að kenna svo öllu að vera manni færri. Stundum er þetta bara, þeir eru ekki að spila vel. Og hérna kemur enn einn sendingin út af hjá Vestfirðingum líka. Þeir eru svo sjálfur svo sem ekki að gera merkilega hluti mestallan líka. Makka Ásland með sendinguna fram. Gústaf er með nægan tíma þarna og kemur hann tilbaka að Rafael.
Þessi fyrir yngasti. Það væri gaman að sjá tölfræði fyrir sendingar út af vellinum í dag. Það eru ansi margar. Og það var langt innkast. Arnar Helgi. Þeir ná skallita frá. Og Mikkel Jakobsen á Íbrahim Baldur. Nú nóg svæði til að sækja í. En hann nær engum kraft í þessa sendingan Íbrahim Baldur og Njarðvíkingar vinna boltan en missa hann jafnóðum strax. Og Vestfirðingar missa hann jafnóðum strax. Og Viktor Sami er farin að ókýrast hérna og hrópa á stúkunni. Þá kemur hann hérna á Sigurjón. Löngsending hérna allt og erfið fyrir Sigurjón og það er markspyrnan. Það geta stutt strax á Gústaf. Gústaf var að koma úr banni, hann var rekinn út af hérna mútið Ía þegar liðið gerði 2-2 í jafntefli. Það var frábærlega sótt stig hjá Vesturmönnum þar sem voru manni færri og lentu 2-1 undir eftir það. Það kom hérna yfir á hægri vinstri kanti þar sem Mikkel er. Sílas 1-1 hérna á hægri kanti. Aftur inn á Devins á miðinni. Boltinn komin aftur yfir á vinstri á Mikkel. Fær Sílas svæðið á kantinu, gerir vel en sýnir hún mikið á boltanum og þau vinna. Þorsteinn. Kjellert kemur hún á Viktor. Því þessu framherji af Njarðvíkinga. Núna er að tengja saman nokkur sendingar, sjá hvað kemur út úr því. Og hérna er hann rifið niður hann Mikkel. Sjúkraþjálfarinn hérna í Njarðvík er mikið liðin í dag. Ég er ekki að segja að þessi að kasta þessi neð þegar maður lenti mikið af óhöfnum í dag. Ég held að sé sjötta eða sjötta skipti sem maður hafi kallað eitthvað til. Það er nú ekki svo vel. Það er að koma skipting hjá Vesturmönnum. Það er Balde sem er að fara út af, hann er á gulu spjaldi og meðan við rönnið sem að Vesturmenn á með rauð spjöld þá er þetta mjög gáðið skipting. Leikmann nr. 15 Guðmundur Arnar Svavarsson kemur inn á. Leikmann nr. 15 Guðmundur Arnar Svavarsson. Heimamaður hefur verið að 42 ár svona koma inn og út úr liðinu. Vinstri hóta maður. Spilnum maður góður. Mínútur á klukkunni, 20 mínútur eftir. Bendit voru fær boltan hérna. Þessi sendingar eru ekki boðlega.
sendum boltan strax Njarðvíkingar og Nacho Gil kominn á hann inn á miðunni. Fær Guðmundur boltan, hann kominn út úr vinstri væng. Mikkel kominn þá frekar meira fyrir miðju. Gámsland vinnur skallaboltan. Killa eftir hérna Kolrangstöð, þannig að hann rinnir ekki upp boltan. Rafael tekur hann og náttúrulega sér vandræði. Það gerir vel, heldur hann inn á og Vestfirðingar fá innkast. Njarðvíkingar þurftu að skipta þjálfara fyrir þetta tímabil. Bjarni Jó sem að stýrði þeim eins og Vestramönnum. Það var að fara en hérna Elmar að sparka niður Viktor. Þetta mjög gult spjald. Það alveg rétt. Nú væru kærði yfir heimamenn. Þeir byggu þetta til alveg sjálfur. Ólíðar Killert tekur að vanda. Sendingin hérna fjær og það hann var þarna einn en hitti boltan ekki Sigurjón. Og Njarðvíkingar halda áfram en þessi sending hvorki á Guðni Jesú og fór bara fyrir. Ísfirðingar fá þetta innkast. Nei, hann hætti við. Njarðvíkingar fá hann, en það það réttur dómur. Og það langt, Arnar Helgi. Og þetta hérna skalla einvi. Njarðvíkingar fá hornspyrnu. Liggur Vestramar eftir með hefði fengið eitthvað höfuðhögg, sýnist mér. Sýnist Benedikt Warren vera að biðja skiptingu líka. Það var sparkað niður þarna áðan þegar Vestfirðingar fengu skyndisókn. Þeir greinilega ekki náðu að jafna stafnilega og biðja skiptingu. Og það hornspyrna. Nacho Gil skallar frá. Alex út á kantinn. Ágætis sending fyrir, núna séns fyrir Vestfirðingar að sækja það. Sílas eru 3-2. Sílas með sendingun inn fyrir. En þessi var ekki góð hjá Morten og hann var líka rangstöðað í þokkabót. Anna fór heim með illa ráðu sínu, þetta var Anna hefði Sílas líka getað valið að senda hann út til hægri þar sem að virtist vera betri stað. En Benedikt Warren sestu niður.
Ég veit að sjá hver kemur inn á í staðinn. Felur sig inn á bak við bekkinn. Sér skrekkur. Það er Elvar Baldvinsson. Þannig að hann fyrir vantarlega niður vinstri bakvörðinn og Dennis Jaldýr fer framar. Vestamenn ekki með marga kosti Vestamenn gera frammáli, skiptingu út af leikmann númer 11 Benedikt Warren. þeir þurfa að setja Og í hans stað kemur Elvar og færa menn til Elvar þegar Baldvinsson. Benedikt er meiddur á velli. Vestamenn mistu auðvitað Pétur Bjarnason til Fylkis. Það var allt í öllu að gera 3-3 jafntefli við KR. Fyrir tendum. Alex Bergman hérna með sendingu tilbaka. En það eru 13 mínútur eftir núna. Kenneth Hogg á boltanum. Kjellert gerir þetta skemmtilega að senda þetta tilbaka. Kenneth Hogg, þeir halda hann bara inn aftast. Leið og reyna eitthvað annað þá missaði boltan og Vestur er komið á hann. Morten með boltan hérna sem hægir bak. Það er hérna aukaspyrnu. Viktor fær guldspjald. Mér fannst nú lítið, ekki guldspjald, en það er bara mín skoðun og ég er rétt á henni. Morten hérna með sendingu, reynir hérna inn fyrir, það var lítið sem ekkert gert að þessu. Sendingar inn fyrir vörnina. Þorsteinn með hreinsun beint á Vestmann. Já, eins og ég sagði, þá er Elvar kominn í vinstri bak. Dennis heldur sig bara á miðjunni í uppspili og væntanlega þá í miðjunni í vörninni líka. Silas. Jæja, hann kemur hérna upp að endanum með fína sendingu fyrir. En Alex á undan Túfa og gerir vel. Elvar með boltan sendir tilbaka á Dennis. Og svo sending tilbaka. Hann náði loksins leið og Silas hleypur, bara tekur einn mann á. Náður að búa eitthvað til. Þeir hafa verið rægið þetta í dag og yfirleitt snúið tilbaka við fyrsta tækifæri. Og þá er hérna með hann á hægri vængum Silas. Og kast. Þetta var illa gert og þeir missa boltan. Túfa. Það er kannski það sem vantar í hópinn hjá Vestfirðingum, það er svona þegar Túfa er ekki í stuði þá er ekki hreinn og beinn framherji eins og Pétur var í fyrra.
til að koma með eða leysa af þarna frammi. Makka ástand á Alex Bergman. Hann sendir á engan. Og Elvar og boltinn til Rafael í markinu sem skuttar sig glæsilega á hann. Tufa vinnur skallaði en það er enginn þarna. Nacho Gil vinnur boltan og hérna er Mikkel í alls konar svæði. Sendir hann í gegn á Guðmund. Guðmundur í færi og Guðmundur setur hann fram hjá. Honum brást bogalistin þarna. Hann hefði átt að geta gert betur. En loksins kemur smá hraði í spilið og þá gerast góðir hlutir. Gott hlaup hjá Guðmundi en það ekki klárt nógu vel. Njarðvíkingar strax komnir með boltan í spil. Og Nacho vinnur hérna á miðinu og aftur, nú er komið svæði, þannig að mynda svæði út um allt. Og Morten á Mikkel, sendingin fyrir, en þeir ná að bjarga. Nacho Gil kemst á knöttinn. Og skota löngu frá Dennis. Hátt og lind og laust og langt yfir. Kenneth Hogg. Viktor heldur hann vel hérna uppi. Þetta er vel spilað. Óliver Kjell ætti að komast í góða stöðu en Gustaf lesi þetta vel og mætir og lokar. Glæsileg móttaka hjá Mikkel sem er að komast inn í fína stöðu. Já, þarf að hægja og þá missir boltan og Davíð Smári er alveg brjálaður. Kenneth Hogg gerði þetta mörgulítið vel en Kjellert tók ekki hlaupið og sendir þetta bara í innkast. Og þarna var ágætis möguleiki hjá menn lausir en sendingin hjá Elvar var arfarslögg og beint á Valindi í markinu. Njarðvíkingar koma aftur. Þorsteinn Kjelar en Nacho vinnur boltan. Nacho mun betri seinni hálfleik en fyrri. Allan að vera að vinna boltan mjög vel. Og sending hérna á Mikkel og nóg svæði á hægri vænginu, þeir eru hérna þrír. Mikkel á Morten. Morten á Mikkel og Mikkel í ágætis fyrirgjáðstöðu, sendur það fyrir. Og þeir ná að bjarga mark Ásland. Og það er hornspyrna þegar 4,5 mínútur eftir. Hér í suðveslanáttinni fyrir vestan. 2-0. Bæði mörkin eftir hornspyrnu í fyrri hálfleik. Og vestur er manni fleiri frá, mann rétt 18. mínútu, Róbert Blakala. Handlék knöttinn fyrir undan afar klaufalega. Þetta getur stutt Mikkel Jakobsson í alls konar plássi hérna, sendingin fyrir, en þeir ná að skalla í fyrstu. Nacho, hann leitar tilbaka. Og Elmar
Hann gerir þetta á flókið og missum boltan og sendi ekki tilbaka Valín. Og Rafael Viktor með boltan. Markmann Gáðsland á Alex Bergmann. Gáðsland með sendingunum fyrir Gústaf. Og Viktor með skotið en það er meinlaust og langt frá hjá. Bæði lið bara að bíða eftir þessi leikur sé búinn. Það er eiginlega búið að vera þannig í allan seinni hálfleikinn. Og það eru 3 mínútur eftir. Plús uppbót. Fram og Sílas tekur vel mót honum. En Þorsteinn Sigurður kemst vel inn í þetta. Já, þetta var sérstakt og boltinn í inkast Alex Bergmann. Það eru skiptingar. Það er Fall, Sersín móti Fall og leikmaður nr. 16 sem er Ívar Breki Helgason varnarmaður. Fall er búinn að byrja allavega síðustu 2 leiki ef maður rétt. Elmar og Sílas ljúka heil leik. Vesturmenn gera skiptingu út af fyrir leikmaður nr. 22, Ermal Andri Garðarsson. Inn á hæsta kemur Ívar Breki Helgason. Sílas Songani takkar fyrir góðan leik og hleypir Sergin Fall inn á völlinn. Koma svo áfram vestri, klárum þetta. Kjelert með sendingu á Viktor, hann er ekki rangstæður. Þeir koma yfir hægra megin og Alex Bergmann með sendinguna fyrir. En Gústaf stöðvar þetta, hann er búinn að vera fyrir eiginlega öllum aðgerðum Njarðvíkur í dag. Hann er búinn að eiga mjög góðan leik en Gústaf í vörninni. Skoraði jafnvel annað mark Vestra, við deilum hver það var. Og Gústaf stöðvar þetta. 2 manna maki í vörninni. Póli. Og markmann Gáðsland. Ívar brýtur hérna á Kjelert. Kjelert tilbaka. Við erum komin hérna í viðbótartíma. Uppbótartíma. Njarðvíkur fá hendi en Vesturmenn vinna boltann. Fall keyrir á vörnina. Gerir vel, sendur hann Mikkel. Það er rangstaða. En hérna er að koma í hús fyrst í sigur Vestra á tímabilinu og þetta var bráðnauðsynlegt. Það hefði verið gríðarlegt högg að tapa hér gegn nýliðum á heimavelli eftir erfiða byrjun.
og þetta kemur liðinu bara strax upp í miðja deild og draumurinn úrslitakeppnin lifir. En þeir þurfa þarna að spila miklu betur en þeir gerðu í dag. Bæði mörkin upp á hornspyrnum og þeir sköpuðu sér ákaflega lítið þátt að manni fleiri lungan úr leik. Keilert missir boltann og pantar hér sér eitt gult spjald. Vítor Mikkel segist hafa tekið boltann. Guðmundur Páll dómari ekki sammála því. Gústaf með sendinguna fram. Þorsteinn tekur þetta öðrulega. Sigurðun heitir hann. Valít kemur hérna út á markmann Ásland. Keilert. Það er að spila hennar líka. Ná einnig sókn hérna til að skapa minningar fyrir ferðalagi heim. Nei, er svarið. Þetta köllum við -17 peysutog. Já, aukaspyrna. Og spyrna hérna fram, Mikkel með gott hlaup. Það er engast sem Vestur fá óval af vellinum. Síðasti séns að búa eitthvað til hérna fyrir okkur. Boltinn á milli en hann virðist að meitt sig mikið Njarðvíkingurinn. Svekkjandi með svona alveg upp í lokin. Og það er engast. Og Þorsteinn tekur hérna Mikkel niður og fær gult spjald og aukaspyrna hættulegur stað. Ef við ekki að fá eitt mark hérna í lokin. Það er Guðmundur Arnar sem að gefa sér líklega eftir á vítaspyrnu. Móti vindi, ég mæli með að senda. Stúkan segir hann að skjóta, ég er ekki sammála því. Sjáum hver hefur rétt fyrir sér. Það er Guðmundur og hann skýtur og Valít ver. Og þá lýkur þessum leik 2-0 sigur Vestra. Leik sem litaðist af rauða spjaldin sem Róbert Bakala fékk á 17. mínútu. Eftir að Vestur skoruðu var þetta eiginlega aldrei spurning og bæði lið biðu eftir lokaflautinu. Segjum þetta gott hér fyrir Vestan. Sjáumst aftur í næsta heimaleik sem ég man ekki hvernig það er. Verðið sæl.